Ég er komin hér á Hrossaga Sólon, við byrjum að spritta okkur. Takk fyrir það. Ef þú segir okkur aðeins í byrjun hérna frá aðstöðunni sem við erum í hér í Hrossaga hjá okkur, hvaða hús þetta er upprunalega og hvað er pláss fyrir mörg hross hér? Já, verið velkomin í Hrossaga. Foreldra tengdamóður minna, þau byggja hérna gróðurhús 86 eða 7 og eru hérna með papriku og steinselju held ég aðalega. Síðan taka tengdaforeldri mínir við þessu og eru að rækta hérna meðal annars papriku. Við breytum þessi hesthús 2011-2012, byrjum hérna 1. nóvember 2011 og tökum inn fyrstu hrossin 30. og 1. desember 2011. Og hérna erum við með pláss fyrir 26 hross og það eru hérna 20 einstastígur og 3 tveggjastarstígur. Og eru litla inni aðstöðu síðan hér inn á húsinu? Já, við erum með hérna svona smá inni aðstöðu sem er 15x13 að stærð. Og nýtist vel eða hvað? Á, nýtist mjög vel. Sérstaklega nýtist vel í frumtamningar og í svona þessáttar, við byrjum með trippin. En maður var alveg til að vera með stóra reiðhöll en maður lætur sér þetta nægja og síðan tekur maður með sér út það sem maður er búinn að gera inni. Ég svona er meir útimaður en innimaður. En ef þið vantar að komast í reiðhöll þá er nú ekkert ýkja langt hér til dæmis á Flúðir þar sem þú getur komist með hrossin í reiðhöll eða hvað? Já, við erum cirka bát 15 mínútur að keyra á Flúðir og það er náttúrulega frábær aðstaða og góð reiðhöll með hérna stígjum inn í og þannig að það er bara, við nýtum það. En reiðilegðir hér eru þá góðar eða hvað? Það eru frábærar. Það eru alveg óbóðslega góðar. Það er svona misskilningur af fólki sem heldur átt að við séum bara með afleikarann en við erum rosalega hepp með það að við þurfum kannski að ríða bara upp halvan afleikarann þá förum við inn á annan veg sem er nú bara keyrður þegar það er heyskapur og þaðan förum við inn í skógræktina og komumst í gegnum skógræktina hérna í Hrossaga og nágrannum okkur á spóastöðum. Og það er alveg endalausar reiðilegðir þar og engin bílaumferð náttúrulega neitt svoleiðis. Eru þið með mikið hross fyrir ykkar eigin ræktun eða er þetta meira frá öðrum? Hvernig er skiptingin? Hérna inni? Já. Þetta er nú aðalega frá öðrum. Við eigum eina hryssu hérna inni. En aðalega höfum við verið að stóla á tamningu og þjálfun fyrir aðra. Hrossaræktun okkar er lítil. Við erum að fá kannski 2-3 fólk á ári. Og það er oft gert grín að mér, ég tíma aldrei að temja mín eigin hross, þannig að þau eru alltaf úti ótæmin og við erum heppið með það að við erum með góða viðskiptavinni og erum hérna aðallega í tamningu fyrir aðra. En þú nefnir ykkar ræktun, hvaða stóðhesta hafið þið verið að nota eins og síðasta sumar? Síðasta sumar notuðum við þröstur og kolsholti sem félagi minn á, Helgi Þór, alveg magnaður hestur. Síðan notuðum við viðar frá Skör og notuðum kveik frá Stangalæk. Þetta þú voru þá að taka 3 inn að 4 ára liðnum eða 5 ára liðnum? Ég verður örugglega búinn að selja eitthvað af þessu þá. En eigum við að rölta aðeins í gegnum húsið Sólon og sjá hvað er í stíðum hjá þér? Já, endilega. Sólon, ef við byrjum hér á skjótturhrossi, hvað geturðu sagt okkur um það? Þetta er hryssa á 5. vetur. Hún er frá Skeiðuvöllum þessi. Hún er undan Glitni frá Eykabrekku og hryssa sem heitir Hremsa frá Holtsmúla. Ég er nú aðeins búinn að kynnast trippum undan Hremsu og líkar ákaflega vel við þau. Þetta er svona spennandi fótaburðarhross. Þetta er Orradóttir. Móalott Orradóttir. Þetta er fín hryssa. Vinur okkar Siggi og Guðni í Flekkudal þessa. Já. Þetta er nú eina hrossið okkar í húsinu. Hún er á 4. vetur undan Hring og Gunnarsstöðum og Glampátóttur sem við keyptum fyrir, hvað ætli sé ekki ykkur 4 ár síðan. Og við búið að sýna 2 hryssur undan henni og báðar er fyrstu velun, þannig að við erum svolítið spennt fyrir henni sem rektornhryssu hjá okkur. Og þessi hryssa stendur alveg undir væntingum, hún er ákaflega skemmtileg. Já. Þetta er Arðsdóttir. Já.
arðsdóttir sem heitir Arðsemi. Já, já. Hérna er Lokadóttir. Þetta er mjög spennandi trippi. Já. Hvaðan er hún? Hún er frá Torfabæ. Já, já. Hér í horninu er eitt. Þetta er hún Katalína. Já, já. Þetta er býsna magnað hross. Þú er nú náð þrælgóðum árangur henni, sýndir hann í H1 Kimbotudóm og varst með hann á síðasta landsmóti og sigraði svo eftirminnilega hér mót á Flúðum bæði í bæði tölt og A-flokk sama daginn, en það er alvöru hrossið það ekki? Ég held að það sýnir svona best bara hvernig karakter hún er. Því að það er svo magnaður bara orkan og viljinn í henni og ég gerir nú mest að því að bara reyna að sitja bara í hnakknum og gera sér minnst, sko. Þetta er alveg ótrúlegt eintak á hrossi. Undan hverju er Katalína? Katalína er undan Hróðri frá Refstöðum og Ímu frá Akureyri. Íma er Hákonsdóttir. Já, já. Þetta er ótrúlegu karakter, þetta hross. Hér á móti henni er rautt. Já, þessi hrissa er undan Hrein frá Hrísdal. Þetta er hrissa á fjórðavetur. Óbóðslega mikið skemmtilegt hross. Svona fjörvilju og það er óbóðslega gaman að vinna með henni. Og svo er mógulótt hrissa á fimmtavetur, þessi undan Organistor á horni. Þetta er ég held að þetta sé svona með skemmtilega trippur sem ég hef verið með hana. Þetta er mikill fótaburður í henni og svona framgrip, skemmtileg skref í henni og er svona fjörvilju og skemmtilega. Þú ert með svona sambland af alls konar stóðhestum? Já. Eða undan alls konar hestum? Já, já. Þú ert ekkert pólitískur í þessu? Viltu eitthvað frekar en annað eða? Nei, mér er alveg sama hvaðan gott kemur, sko. Já. Bara sé þægilegt að vinna með það, þá er mér alveg sama hvað þau heita, sko. Já. Hér erum við komin í Jarpan. Þetta er hrissa undan Arion. Hún er samnæra Katalínu þessi. Já, já. Þessi hrissa á fimmtavetur. Býsna efnileg. Þessi er undan Kiljan, Steinnesi. Þetta er geldingur undan Kappa frá Kommu. Frá vini okkar á Friðheimum og Knúti og Helenu. Þetta er hrissa undan Mjölni, Lemmiskeiði. Þetta er býsna sniðugur trippi. Hvað er hér? Þetta er geldingur frá Má og Siggu í Dalbæ. Þessi er undan Straum frá Skrúð. Myndar hestur? Já, þetta er stór og virkilega fallegur hestur. Ég trúi þessum sem miklu fimmgangsefni. Já. Þetta er hrissa frá Flekkudal, Sóli frá Flekkudal heiti þessi. Sýndi þessa í Kimbotudóm í fyrra. Fór bara í ágætis stölur undan Sólbjarti. Já. Geldingur Ómssonur. Keppnisest efni eða? Já, ég vil nú halda í vonina með það. Já. Hér er grár. Þetta er græðistu frá danskri vinkonu okkar. Hann er undan Koncept frá Korpu og fyrstu völuna Gustóttur. Já, já. Hvað er hann gamall? Hann er 6 vetra. Búið að fara með hann eitthvað í dóm eða eitthvað svoleiðis? Nei, hann meiddist lítilega í fyrra. Ok. Þannig að það er stefnan bara núna í vor. Svo er nú litli bróðir Katalínu hérna, þessi undan Þórólfi og Prestbæ. Já, já. Á fjórðavetur, ofsalega þægur og meðferðlegur hestur. Já. Og síðan er Hringsonur, Hring Gunnastöðum. Já. Þessi fóli líka á fjórðavetur. Virkilega svona heilsteiftur og sniðugur hestur. Við stöðla á hann. Takk fyrir þetta, Solon, en svona þá vindum við okkur á öðru. Það er náttúrulega búið að vera ákveð ástand í samfélaginu með kórónavírusin, en það þýðir ekkert að leggja árar í bát. Við verðum bara að halda áfram að þjálfa og vona að voruð komið með kynbótasýningum á landsmóti, er það ekki? Já, ekki spurning. Ég hef nú trú á því að það verður allt komið í gott lag í sumar og ég vil allan trú á því að landsmóti verður haldið og
og sem og kynbótasýningarnir voru, hann er búið að gefa út dagsendingar með þær, þannig að við verðum bara að halda áfram, því ég get að leggja áhrif bát núna. En að gera eins og við sýndum hér í upphæði miðbátsins að fólk fari varlega og spritti sér reglulega og eitthvað hreinlæti. Ég held að sé bara að gera fara eftir því sem að okkar sóttvarnalæknar og okkar fremsta fólki í þessum sóttvörnum býður okkur að gera og þá voru allir vegið færir ef allir fara eftir því, vil ég meina. Ég þakka fyrir að taka á móti mér Sólon og óska þér og þínum velgengni í vetur og kynbótasýningum á landsmóti. Takk fyrir komuna.